Torfæru, hún var merkileg fyrir tvennar sakir og svo fyrir að þessa keppni hélt Bílaklúbbur Akureyrar og þetta í fyrsta sinn síðan 99 sem að keppni í Torfæru fer fram á Akureyri undir merkjum Landssambands íslenskra akstursfélaga og ljóst að akstursíþróttafélögin á Íslandi eru að sameinast á ný eftir talsverð átök en þarna var Haraldur Pétursson á undan að klára fyrstu braut. Þetta Ragnar Róbertsson. Ragnar ekur í götubílaflokki og það keppt 2 titla í Torfærunni, annars vegar sigur yfir heildina og svo hins vegar í götubílaflokki. En keppendur í götubílaflokki mega ekki nota jafn öflugan dekkjabúnaði eins og þeir í sérútbúnaflokknum. Og Ragnar Róbertsson fór þarna alla leið í fyrstu braut, Sigurður Þór Jónsson. Íslensku keppendurnir tóku ákvörðun í vetur að sýna sig á erlendri grundum. Þeir fóru með 7 bíla til Noregs og tóku þar þátt í 2 umferðum í skandinavíska meistaramótinu en þær 2 umferðir voru jafnframt 2 fyrri af 4 í heimsbikarkeppninni í Torfæru. Haraldur Pétursson náði þar glæstum sigri í heimsbikarkeppninni, sigraði báðum keppnunum í Noregi og svo báðum keppnunum sem framfóru hér á Íslandi. Og tíma í fyrstu umferð í Noregi þegar að 2 þrautir voru eftir voru Íslendingar í fyrsta, öðru og 3. sæti. Þetta hins vegar Gunnar Gunnarsson sem mætti ekki á réttum tíma í fyrstu braut þar sem að bíllinn fór ekki í gang hjá honum og setti síðan á kviðinn hér og átti eftir það á brattan að sækja yfir heildina og reyndar í götubílaflokki líka. Daniel Gunnar Ingimundarson í braut númer 2 og þá það Sigurður Þór. Og það voru 15 keppendur sem tóku þátt í keppninni á Akureyri. Og strax í upphafi þessarar keppni að þá tók Haraldur Pétursson forystu en Sigurður Þór Jónsson var þó aldrei langt undan. Sigurður Þór hefur keppni í Torfæru árið 1992. Fjórða og næst síðasta umferðin í Íslandsmótinu í Torfæru fer fram á Blönduósi í lok ágústmánaðar, laugardaginn 28. ágúst. Nú ætti verið harður slagur í þeirri keppni. Fjarverandi í þessari keppni hins vegar á Akureyri voru Gunnar Ásgeirsson og Björn Ingi Jóhannsson. Hér höfum við Pétur Pétursson sem í götubílaflokki. Hann gerir hér allög að myndatökumanni sem að tókst að forða sér með búnaðinn og skaddaðan og Haraldur Pétursson hér á ferð í braut númer 2. Það var að vanda blíðskapara veður á Akureyri. Eins og ég sagði áðan, 28. ágúst fer fram 4. og næst síðasta umferð Íslandsmótsins í Torfæru en lokaumferðin fer hins vegar fram á Hellu. Og að vanda þar verður ekið í vatninu eða á vatninu, það svona fer eftir í hvernig menn stýra bílunum sínum og mýrinni. Mýrin reyndist reyndarmannum í úrskurðarkeppninni ákaflega létt en það gríðarlegt afl í aflmestu bílunum, mun meira afl heldur en við höfum verið að sjá undanfarin ár. Sýnist þetta að vera Ólafur Bragi Jónsson. Lúmst dý þarna í þessari brekku. Það var keppt í Gryfjum rétt neðan, eða rétt fyrir ofan Glerá.
keppenda lentu í talsverðum vandræðum með gang bílana í þessari keppni og á köflum þá sýndist manni eins og að það veri nóg fyrir bílana að sjá pínlítinn vatnspoll til þess að gangtruflanir færi að gera vart við sig. Sem fyrir eru 350 stig fyrir að ljúka við braut. Garðar Sigurðsson. Hann varð að draga sig í hlé og hætta keppni hann að lokum í 15. sæti. Braut 4. Haraldur Pétursson. Haraldur Pétursson hefur ekki jafn mikið afl eins og nokkrir aðrir keppendur, enda hann með minni vél en hann til móts við það með léttan bíl og eins og hann orðaði það, þetta spurning kíló sem hvert hestafl þarf að flytja og því færri sem kílóin eru fyrir hvert hestafl því betra. En einhvers þar liggja þó mörkin þarna og þar blandast inn í hversu breið dekkin eru. Nú Haraldur hefur á undanförnum árum gert æ meira því að skoða brautir lengur og betur heldur en hann gerði hér áður. Hann hóf að keppa svipað leyti og Sigurður Þór Jónsson með upp úr 1992. Og Haraldur Pétursson lenti í vandræðum undir lok keppninnar. Bíllinn fór ekki í gang þegar hann átti að mæta í braut sem þýddi það að hann þurfti að fara aftur fyrir og í stað þeirra reglu sem áður var að þá töpuðust 60 stig og þá reglan sú í dag að sá sem þarf að fara aftur fyrir vegna þess að hann getur ekki mætt á ráslínu á réttum tíma, Bjarki Reynisson, fær aðeins helming þeirra stiga sem hann safnar úr brautinni. Nú Bjarki Reynisson hafnaði í 9. sæti. Í lokin sigurvegari í götubílaflokki var Gunnar Gunnarsson. Og það tvennt sem að orðið ábyrrandi í bíl Gunnars. Annars gríðarlegt afl sem að hann með í vélinni, enda skipta hann vél í vetur, gaggjart til þess að standa betur að vígi gagnvart Norðurlandabúunum, en á Norðurlandunum óheimilt að nota nýtró til þess að auka afl véla í götubílaflokki. Þannig að Gunnar hefur breytt vélinni til þess að fá meira afl án þess að vera með nýtró. Helgi Gunnarsson hafnaði í 7. sæti. Gunnar Gunnarsson sigraði í götubílaflokki og hafnaði í 3. sæti yfir heildina. En Daniel Ingimundarson lenti í vandræðum þessari keppni og var að sætta sig við 12. sætið. Hann hefur nú verið blessunarlega laus við bílanir á þessu ári og ástandið mun skárra heldur en ofta á undanförnum árum. Jón Gesson var í vandræðum meiri hluta keppninnar með ganginn í bíl sínum. En hér var Sigurður Þór Jónsson kominn í forystu í þessari keppni. Og það nokkuð sem hann hefur þráð lengi að ekki ná að komast í forystuna heldur halda forystunni til loka. Og hér skortir greinilega afl hjá Ragnari Róbertsinni. Og sama hvað Haraldur Pétursson gerði í tímabrautinni undir lokin.
Það dugði ekki til. Haraldur Pétursson varð að sætta sig við annað sætið með 2525 stig. Gunnar Gunnarsson náði 2295 stigum í þessari keppni og varð í 3. sæti. Pollurinn reyndist nokkrum keppendum erfiður í lokin. Þó flestir færu þeir nú yfir. Misblautir þó. En sigurvegari í þessari keppni og jafnframt sem fyrsta sigur í torfærukeppni yfir heildina, Sigurður Þór Jónsson, 2610 stig.